It's Britney, bitch. Like a virgin. Ooh. Damn. Takk Takk búin að æfa þetta. Bara æfa mig. Vel gert. En velkomin í Halloween 2021. Það Halloween 2021. Eins og þetta öll að græja ykkur fyrir kvöldi í kvöld og þið setja okkur gerfiblóð og... Já, af því að við erum augljóslega ef þið eru að horfa ekki með gerfiblóð akkurat núna. Nei. En treystu mér það verður blóð í kvöld. No, it's gonna be blood. It's gonna be a bloodbath tonight. En fyrir ykkur sem eru að pæla hvað við erum, þá erum við... Basically sögum það í byrjun. Já, basically. En þetta Britney Bitch over there. It's me, Britney. How are you? Og ég Queen Madonna. Queen M. Queen M. Drolla. Ætti náttúrulega að vera Queen B. Nei. Nei. Ekki í dag. Ok. En við erum að recreata heimsfræga moment sem gerst 2003 á MTV Music Awards. Þegar þær fóru í sleik. Og við erum búin að vera í sleik í allan dag. Allan dag. Og við erum komið til með að halda áfram. Já. Þannig að ef við heyri allt í einu ykkur á pásu, þá erum við bara í sleik. Já. Mælum við þá að kíkja bara í YouTube að þau vilji horfa. Svo upplöfuðu við þessu, já, mitt. Nei, ok, stopp núna. Já, ok, ég hætt. Ok. Það ykkur, Það ykkur draugur að banka nálægt stúdíunar, það tala um hann. Ég að tala um hann, Já. þannig að ef þið heyri eitthvað bank, þá þetta sem sagt draugurinn Já, að banka. við bókuðum hennar draug. Já, bara til þess að búið til smá atmosféru, smá svona Það feeling. já, öðruvísi þema Halloween, við erum með grasker svart sett, engan bleikan dúk eða neitt bleikt nema glösin okkar, fallega hauskúpuglösin okkar. Hauskúpuglösin okkar sem við spreyjum bleiki fyrra. Já, ég elski það. Ég elska er bara það. svona, I'm setting the mood for tonight. Já, sko. þetta alveg ekta Halloween Já. mood, sko. Og þú veist, við tökum þátt í öllu eins og við höfum alltaf sagt og við þurft að go black Já. og dark og twisted Já. as we should. Og við erum með hrikalega lýsingu bara til að setja the mood. Já, bara, þú veist, það er bara gott. Fólk Já. horfir bara, Já, hræddu bara, okkur. új. Já. Og hvað gerðist? Bara sjáu þið núna hvað lýsing gerir mikið. Já, andjós, ef þið eru að horfa á YouTube þá Já. ég mun inni, sko. Einasti, sko. Ég mun einasti, sko. En já, ég er í miniskirt, sitt mjög óþægilegt. Ég er með eitthvað korselett utan á mig og belti, þannig að ég, þú veist, ef það líður yfir mig, þá veitu af hverju. Já, þú veist ekki, blóðflæði löpparum mér er ekki, Nei. þú veist, það er ekkert til staðar, sko. Og ég þarf það. Það er alveg mikilvægur, Partur líka mannum. Já. Já, líka bara mægin og þú veist, öndurlífarinn mín hérna. En þú veist, hvað gerum við ekki fyrir ykkur? Já, hangris. En við reyndum að recreata myndina þeirra. Hún kom til með að posta því. Já. Það ekki? Við erum örgulega búin að því. Já, Við erum allavega á leiðinni eða búin að því. Já. Ég lasti yfir okkur. En þetta var óslega gaman að búa til þennan búning. Já, við tölum líka í síðast þetta. Okkur langaði svona að recreata. Þú veist, það er cool að recreata eitthvað svona moment. Eða fræ fólk í eitthvað svona iconic dressi eða þú veist. Samanlega. Eitthvað þannig? Já. Og við erum definitely að gera það. Já, Og mér ég sé finnst ég það. bara, við sáum Stasi og Kylie að gert aður. Já, það gerir það. Við erum miklu betra útgáðu, sko. Veist það? Átittin þeirra voru bara svona Já. Við erum með make-upi líka. Þú veist, ég var alltaf með augabrúnir, ég gerði það svo þunnar, Já, sko. með þunnar augabrúnir, ég er með, veist, eitthvað svona silvulitan, glimmer, Ég líka. augskugga, eyeliner og ekkert cat-eye, Já. þú veist, ég með ekki svona lítið maskra því að Madonna var þannig á þessu kvöldi, rauðan varlit, þannig að já, we went all in, sko. Já, ángríns. Ángríns, as we should. As we should. Það er svolítið svo les. Ertu ready inn á þátt? Já, árið byrjum. Þegar vorum að mála saman. Bæði fyrir þennan og senstu þáttinn. Og þú varst að nota fyrir senstu þátt, varst að nota grænan eyeliner og ég var að nota bleikan. Og það sem var svo þægilegt var að nota Mist & Co. Burstareinsinn til þess að þrífa á milli. Þú notum sama bursta? Já, af því að ég átti ekki 2 svona bursta. Nei, Þannig skilur að ég þurfti að þrífa hann fyrir þig með Mist & Co. Og hvað tók það langar sekundur? Bara 2 sekúndur langar. Ekki langar sekundur? Nei, það er óslega sniðugt. Þannig að þú veist, Sérstaklega fyrir svona, þú veist, ef maður er að, þú skipta mikið á milli. já, og lita, þú veist, að við vorum að nota liti núna og ég vona, þú veist, þið notið kannski líka liti jólin og þannig, og maður notið kannski græn, eða svona, meira svona holiday, eða svona smoky og maður kannski að fara meira svona... Einmitt, að svo setur maður uppáhaldsbyrsta sinni í Get
brúnan eða dökkan lit sem maður kannski nota fyrir ljósar næst. Það held ég maður að svissa mikið, þú veist, maður nennir ekki að eiga kannski endast á bustum, skilur. Nei. Þannig að það er mjög þægild bara að þú vilt skipta liti á núleitni að þetta þotnar strax. Og þú veist, maður veit það sjálfur bara hvað málingadót getur verið plássfrækt. Já, mjög. Þannig að það er eitt að eiga endalaust. Þannig að það er svo mikið snillt að eiga bara sína uppáhaldsbusta, bara það sem þér finnst best og bara geta þrifið það bara á núleitni. Ángríns. Mr. Co. We really recommend. Já. Og við munum koma til með að nota það meira eins og þið vitið og munum nota það núna í kvöld þegar við gerum okkur til 100%. Hitt átfittu okkar. Hjálpi okkur hvað. Við erum bara Við erum svo halvárstjörnum. Ég var að fara að segja þetta. Það var að tala um Gunni gær og hann eitthvað, byrju þeir eru búin að vera eitthvað fyrir átbæra en svo eru þið þetta og svo eru þið annað kvöldi bara eitthvað, byrju hvað ætlaði bara að taka þetta bara eins og stjörnar. Ég bara, já Gunnar. Það var bara nákvæmlega sem við ætlum að gera sko. Við erum alltaf bara, þeir eru alltaf svo mikið. Svo erum við bara nákvæmlega. Já, það er bara það. En við ætlum bara að stíga þeirra fótspor og gera nákvæmlega sama. En svo líka ógeðslega mikilvægt, sérstaklega þeir að nota þú veist eitthvað fake blood og svona latex til að búta sár og eitthvað. Það var ógeðslega mikilvægt að þrífa húnu sinni vel. Já. Báka það er mikilvægt. Ángríns. Það var aldrei verið jafn mikilvægt. Ángríns. Og líka þú veist, ég búin að vera að pröfa svona latex og svona gera svona make-up. Þetta svíður í húðan að taka þetta á sko. Já, þú gera Venom. Já. Álmatur, ég var bara er fólk í alvörunni með þetta bara heilt kvöld. Oh my god, sko. Það var bara beint eftir þetta. Ég notaði face serumið frá Lea Spa til þess að taka og bræða þetta af. Það er svo sniðugt. Svo sniðugt. Og ég svona bræddi allt make-upið, þannig að þess að ég var að reyna að tósa þetta það bara, ég var að fara að rífa af mér sko, kinnina, sko, ég sverða hann ég notaði þetta og þetta brætti svona undir en það var ekki nærrið eins og þetta hefði ekki það orðið sko. Thank God. Líka, ég man þegar Birgitta Líf kom og hún sagði hún nota serumið stundum til þess að ná þú veist, maskara veist það ógeðslega sniðugt elskar hluti sem eru svona multifunctional líka sniðugt að nota það til að ná málingur með svarta eða rauða málingur skilur í andlitinu að nota þetta til að bræða þetta af, skilur. Nákvæmlega. Maður mæli með face-seruminni frá Lea Spa, okkar bestur. Það er bara greinlega mjög multifunctional, sko. Já, það er það. Hætti að nota það í mjög mikið. Og nærir húðina í leiðinni. Já, nákvæmlega, og þú ert trýta húðina í leiðinni. Ég er aldrei eins mjúk eins og því en að setja með serum, sko. Ángríns, same. Bara vá. Mér finnst ég líka eins og ég er búin að accomplish bara life. Ég fer ná bað og ég bara tek smá tími í þetta, maður svo ofta flýta sér. En þú veist, þegar maður svona gefur sér tíma, bara svo setja maður serum og kannski svona eitthvað dropa, E-vitamin dropa eitthvað þannig, þá er maður bara eitthvað, ég er með líf mitt á hreinu. Ángríns. Veistu það ekki? Bara glóserum og þú veist. Ekki talaði mig því ég lagst á kottanum, sko. Nei, það er bara, Það er enginn þessum products að fara í hann að kottaverð, sko. Nei. Ég bara still like a body. Halloween edition. Herðu, ok. Við erum að fara í dag. Í fyrra vorum við náttúrulega dömmendömmar. Já. Þá tókum við bara svona dömmendömmar sögur af okkur. Það var eiginlega verið þannig, þú veist, þegar maður var smá dömm og það var svo mikið saga og stemming í kringum allt. Að vera dömm, já. Já, þannig að í kvöld eða dag ætlum við að fara í aðeins meira svona Halloween í þema. Já, veistu, við hefðum getað tekið það sama við gerum við fyrra og bara tekið, þú veist, Britney og Madonna þátt. Já. En við viljum gera þetta smá creepy. Já. Og ég held að það verður bara svolítið It's spooky season. Já, við hefum átt ekki, ég elska við hefum gert hitt í fyrra en þú veist, we change, we live and we learn. Já, bara þú veist, við getum gert bæði, skilur. Nákvæmlega. Við gerum basically hitt núna senast á mándaginn. Já, nákvæmlega. Já, og tóku svolítið skemmtilegt og jolly og eitthvað. Það er two sides of Halloween. Það er það nefnilega. Jolly og scary. En ætlar að vera scary í kvöld? Ok. En þú? Eða fyrst, nei. Þú veist alveg scary. Já. Ég gæti alveg hjálpa að gera meira scary samt. Ok, do it. Ok. Thank you. I will. En við erum að fara í ángrís hróttalegt mál. Ángrís, Jesus Christ. Og þetta er okkur lengi búin að taka þetta mál. Aldrei betri tími heldur en akkurat núna. Ángrís. Á þessum degi finnst mér. Það er langt síðan við vorum svona undirbúnar, sko, sko bara við horfðum bara á bíóspólu. Já, og bara lásum hellinga hlutum og við bara gæti ekki hægt að lesa þetta mál, sko. Já, ég sé það, þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara 100% bara glift okkur og við vorum bara, ok, við verðum að vita allt. Það er svona, þú veist,
það mátti ekki neitt vera spurningamarki, við þurfum að svara öllum spurningum. Já. En við erum að fara í morðið á Sharon Tate. Sharon Tate. Elsku fallega Sharon Tate. Ef við byrja því að fara yfir hver hún er. Já. Sharon Tate var sem sagt leikona í Hollywood. Hollywood leikona, hún var ekkert eitthvað í einhverjum stórmyndum eða neitt þannig. Nei, ekki byrjuð þannig, en þetta er sko leikona frá svona 60s. Já. Við erum að taka það fram, þetta er, morðið hennar til dæmis gerist 69. Já. Þannig þetta er svolítið langt síðan. Þetta er samt eflaust eitt frægasta morð Hollywood. Angris, very gruesome. Bara trigger warning. 100% trigger warning. Alvöru dæmi, sko. Og þetta er alveg sjúkt. Já, og líka það, ég ætla bara að repeata það sem Sunna var að segja, þetta er alvöru. Já, þetta gerðist. Og ekki fyrir það lengu, skilur. Nei, 69, skilur. Já, bara næst í 70, skilur. Já, einmitt. Þetta er alveg creepy shit, sko. En hún var leikur. Hvað var, manstu hvað hún var gömul? Þegar hún var drefin? Já. 26 ára. Einar aldrei við. Pældi ég bara ógeðslega ung og ég ekki að grínast bara ef þið eru að hlusta eða horfa, bara pásið þáttinn. Fara að tjekki hvernig hún lítur út. Sharon Tate. Hún fucking gorgeous. Þetta er bara með fallegustu konum sem að ég hef séð. Alvörunni. Og henni á sínum tíma var henni líkt við Marilyn Monroe. Já. Hún var alltaf að vera að segja við henni bara, hvað hefur þú að segja við að þú sért Marilyn Monroe á þínus tíma? Hún var bara, nei, ég er aldrei að fara að bera mig saman að hana, hún er bara sín einmannskjá. Þú var svo falleg auðvitað sem innan. Já, og það lýsa henni allir þannig. Það er allir bara, þetta var bara, hún er eins fallega innan eins hún er auðvitað. Já. Sem er rosalegt, það er mjög fallega auðvitað, skilur. Já. Og líka bara svona skín af henni, þú veist, ég horfði ógeðslega mörg vídeo, bara svona af henni, hvernig hún var svona baksis og eitthvað, því ég var bara svona smá obsessed af þessu máli. Og ég var bara svona, í alvörunni, þetta er bara mest gorgeous manneskja skilur ekki bara utan, bara sem ég séð og svona hvernig hann hlær og ég bara, þetta er svo sad. Hún líka með bara svona alvöru 60s lookið. Fattar þau mig? Bara augun stór og einhvern veginn, ég veit ekki hárena gorgeous ángríns. Ég byrjaði að fá áhuga á þessu máli þegar ég horfði á bíóspóluna Once Upon a Time in Hollywood. Held ég að fara í hann í bíó eða horfði hann heim að ég manni hvernig það var. Ég verði ekki, ég á eftir að sjá það mynd. Þú verður að sjá hana. En ég hafði ekkert þannig séð heyrt af þessu. Nei. En það er Margot Robbie er að leika Sharon Tate í þessari mynd. Og ég var bara svo áhugasöm, er þetta alvöru dæmi sem ég gangi hérna skilur það, því að þetta var eitthvað svona smá við þetta. Þegar ég fór bara að googla og þá er hún að leika hana, hvernig hún var í alvörunni. En þú veist, hvernig allt gerist í myndinni er tvistað. Svona, það endaði vel þar. Ok. Já, á þess að spoila mest, eða þú veist, fyrir henni. Já. Minni mig, það er svo langt sem ég sé hana, en ég var svona, hvernig, þú veist, að því þegar maður horfir á enda þá maður bara svona, ok, þetta er örugglega ekki alveg saga, skilur. Já, ok. En þetta er ógeðslega góð mynd og ég mæli með að horfa á hana þrátt fyrir að þetta sé ekki nákvæmlega eins og þetta gerðist, en þá fær maður svona innsýn inn í lífið kannski. Já, meira svona líka bara hvernig með Manson Family var. Já. Allt þeirra, af því það er ekki mikið sýnt frá The Ranch, eins og við erum að fara út í eftir. Ég er nefnilega sko, held ég fyrst sem ég heyrði þetta mál er að ég hef hort á heimildarmyndir Manson fyrst, eða þú veist bara þetta, The Manson Family. Já, og samt alveg svolítið síðan og ég horfa alveg á frekar mikið af svona morðmyndum og þáttum og þannig, þú veist, stundum rennur þetta í eitt, maður gleymir svona, þú veist, sumir bara það hæfileikaríkir, þeir muna bara sumir fyrst muna bara nöfnin og öllum morðingjum, skilur bara svona, er alveg með þetta á hreinu, ég er ekki alveg þar. Nei, ég fæ svona nokkra á heilan, skilur, sem ég byrja að googla bara drasl. Þannig maður er bara svona mestu kannski, en ekki alveg alla. Ted Bundy og það, maður kann það einhvern veginn, en ég veit mann horta á þetta og verið sem bara eitthvað, og þá hef ég heyrt þetta nafn, ég var ekki að heyra þetta nafn í fyrst skipti núna. Ég hef oft verið að tala þetta við þig. Já. Ég ofta verið bara, oh my god, þetta. Eða því ofta einhvern veginn komið upp hjá okkur, ég veit ekki af hverju. Eitthvað sem sendi okkur líka skilaboð þetta mál, þannig að þú veist, það var svona, já, eins og segjum, okkur lengi langa að taka þetta fyrir. Já. En, já, eins og við erum búin að vera að hinta núna, þetta tengis að sagt Charles Manson og ekki bara fara hans út í hver það er. Já. En hann er fæddur í Cincinnati, Ohio
34 ég að lesa basically þína glærur hérna Alltaf mínar, glærur Við vorum aðeins að nota fyrir þetta sko, við viljum hafa alltaf hreinu Hangri, þess að fyndi líka að við horfum á sömu spóluna og þess að tölum ekki að taka glósur og svo tölum við saman í morgun bara eitthvað, ég er með glósur, ég líka hún báða að taka glósur og það gett líka og svo séru við glósunum og ok, við séum með glósur en hérna já, hann ég bara að lesa frá þér en hann byrjaði að stemma að stunda glæpi og bara strax svona með það í sér en hann líka átti rosalega erfiða æsku og það oft því miður sama sem merki yfir þeim fjöldamorðingum eða þú veist þeim stærstu glæpamunum Veistu hvenær, í hvað mánuð hann fæddur, maðurinn? Nei, nóvember? Já. Það svona mest, það bara talaði að nóvember sé bara raðmorðingum mánuðin sko. Í alvöru? Já, ég held að Ted Bundy og Jeffrey Dahmer sé allir bara á nóvember Í alvörunni? Ég ekki að djóka Er það að tjaka? Já, Ted Bundy nóvember Hvað með hann? Jeffrey Veit ég með Jeffrey samt Jeffrey nóvember Nei, ok, hann mæ, hann dó í nóvember Á næstu sem sitt, oh my god, nei þetta ándast þekkt Vá, já merkilegt ekki ekki spæði í nóvember kræfur nei, ég rættu alla sem ég þekki eru fættir í nóvember þekki ég fyrir fættir í nóvember ég þekki alveg ykkur já, litli frómin sæll don't kill me en já, þetta samt alveg svona frækt dæmi serial killer í nóvember sorry, ég ætla ekki greið fram fyrir þess það crazy en já, eins og segja, hann átti erfiða æsku þú veist, hann var til dæmis 4 ára þegar mammans fyrir fangelsi fyrir það að reyna að brjótast inn í þú veist, eitthvað svona þú veist, að ræna einhverjum pening eitthvað staðar og eitthvað þannig hann var á milli fóstur fjölskylda og þú veist, bara, já, átti erfiða æsku og eins og ég segi, því miður það mjög oft samsemerki hjá fjöldamorðingjum að þeir hafa átt erfiða æsku og sérstaklega svolítið svona mommy issues og já, eins og ég segi, það eru margir fjöldamorðingjar sem eiga það sammeilegt, því miður það er bara svo ógæslegt að sé eitthvað samansemerki skilur ég veit ekki það er bara það er að þeir eru eitthvað sammeilegt já, það er bara svona eins og sé uppskrift af þessu það er það ekki skilur en það er alveg asnalegar tilviljanir já, það er meira svona þannig það getur ekki verið tilviljan en Charles byrja að snemma sjálfur að stunda glæpi líka kannski bara til þess að reyna að bjarga sér eða þú veist svona survive já, bara þú veist, fá maður að byrja að ræna búðir bara 12 ára og hvað var 15 ára þegar hann var fyrsta vopnaðar áni hans einmitt það var alls konar á einhverju svona ljótum glæpum sem þeir kalla petty crimes samt ekki svona sko morð nei, en samt alveg nauðganir og eitthvað já, það var alveg gróft sko, ég var svona, hvernig það, þú veist, hvernig kallar þið mér fannst þetta ekki alveg, þetta var eitthvað svona alveg gróft, sko. Já, petty crimes er svona stela jógurtúbúð. Já, ég bara svona, þú setur það ekki alveg sama flokk, finnst mér. Nei, að sjálfsögðu ekki. Kannski bara illa portræða þetta vídeór sem við horfum á. Einmitt. En já, þetta er svona þau kölluðu þetta. Af því að við vorum basically að horfa á heimildamynd þar sem ein úr fjölskyldunni er að segja söguna. Já. Og hún notaði þetta orðatildæki. Nei, það var eitthvað detektiv sem notaði þetta held ég. Já, ok. Mér fannst það svona... Já, einn gæinn hana. Já. Hún var ekki útskýra Charles. Þannig að Debra. Linda. Heitir hún ekki Debra? Hún heit Linda, þessi. Systir hennar. Sharon. Já, nei, ég er Lindu sem að sagði söguna. Já, sem er ein af Charles Manson family. Já, einmitt. Byrja draugur nokkra banka. On cue, hann er að setja út guys. En hann var sérst bara 17 árum inn og úr fangelsi. Já. Þú var oft inni, úti 17 ára, bara líka mikið. Hann var 32 ára þegar hann komst aftur úr fangelsi eftir að hafa 17 ára inn og úti. Já, og þá var hann frjáls og þá hugsaði hann, ok, hvað ætla ég að gera við tíma minn? Hvað ætla ég að gera? Og honum langaði alltaf að vera tónlistarmaður. Það var eitthvað svona aspiration hjá honum. Og hans stærstu fyrirmyndir sem geð sturlað eru Beatlarnir. Já, það er alltaf bara ótrúlega frægir á þessum tíma. Já, en að því að mannum finnst Beatlarnir, þú veist, ég hugsaði Beatlarna, hugsa ég rauninu bara góðu hluti og hlýtt og... En málið er að hann heldur að hann sé góður, skilur. Já, það er hendar rétt. Hann skilur ekki. Nei. Hann er ekki með neina yðrun. Nei. Fattar þau? Það er ekki samviska. Nei. En bara svona, þú veist, að því að Beatlarnir, lögin þar eru bara frekar hippaleg og... Já, einmitt. Og falleg. En hann var bara inn í þessu hippasamfélagi, skilur. Já. En hann las bara textana öðruvísi. Já. Hann rýndi bara í textana hjá Beatlunum og fannst þess að vera að gefa sér skilaboð
og í rauninni, þannig að kemur hann úr fangilsi svo stofnar hann þetta ranch eða hann sem tekur þetta gamalt bíómyndasett sem úr gamalli svona kúrekamynd hann að þetta bara basically ranch og svona eins og það getur bara svona búgarður alveg kúreka bara mynd skilur þau búa bara þar klókslag gaman að fara inn skilur að vera kvikmyndasett held ég sé alltaf skemmtilegt saman hvað þetta en og það bara hægt og rólega byrja hann bara svona að safna í bara svona hvað getur sagt bara svona kommúna eða svona þú veist þetta var fyrst bara svona kommúna hann bara tók að sér fólk sem átti ekkert í rauninni skilur en samt, ég hugsaði þetta lemlega líka ég hugsaði, hann hefur náðu að lokka til sér svona frekar brotna einstaklinga svo var það í raun verið ekki þannig og það var það sem gerði þetta mál svo ógeðslega svona what the hell og hvernig fannst þér ekki vera brotin? Það var til dæmis einn sem var bara svona valin prom queen í sínum skóla og átti bara gott líf og veist, hún bara fór þarna því hún var brókst til í bara þetta hippa líf og... það var náttúrulega svo mikið hippa menning líka en ég tala ég held þetta væri allt fólk sem kannski sem var eins og gælan sem var að hvað hét hún? Linda hún var að segja frá sögunni í heimildum sem við horfum á en hún kemur út frá maðurinn hennar hendin út skilur eiginmaðurinn hennar dömpaði henni bara þau byggja ykkur hjólísi eða eitthvað og þú veist hún kemur kannski frá svona brotnum bakgrunni en maður fannst það ekki eins og allir var og það held ég nefnilega þú veist þegar træjalið byrjar og þetta allt uppgötast þá er þetta svo ógeðslega stönd bara svona stönning þá er fólk bara í smá sjokki bara þetta getur verið systir mín, þetta getur verið ég þetta getur verið hver sem er þetta var ótrúlega mikið af fólki líka sem byggaði hana en þetta hægt rólega bara verður að eitthvað svona þú veist kommúnu og þú veist allir eru bara með öllum fólk bara svo saman þau voru mikið, hann var alltaf að koma með hvað LSD, ég var svona sírutripp er það síra? Ég held það kom með það og var alltaf að gefa öllum og bara allir voru bara í krövímu hana þegar hann passaði samt að hann var annarkvort edrú eða bara fá sér lítið svo hann gæti svona komið hugsanum inn í þau einhvern veginn og stjórna það var náttúrulega mikið að stjórna þeim og þess að hún útskýrir svo áhugavert bara svona hún kemur hann inn í en bæ og hún búin að þú veist, gælan sem að koma með hann inn í en ranch bara svona að tala hann Charles skilur og hún gett spennt og hún bara strax myndast þessi spenna gagnvart þessum eina manni skilur hann verður bara svona einhver gúrú þetta ógeðslega steikt þau voru bara svona heila þvein og hún kemur hann og þú veist, hún lýsir sér frá því þegar hún hitt hann fyrst þá var hann bara fór niður hnén og bara strjúka á henni lappirnar skilur og hún bara vá ekki eins og það sé bara eðlilegt skilur en þau voru bara svona strax bara svona skotin í hugmyndina og hann fannst hann bara vera bara eitthvað heilagur þetta svona þú veist eina líkingin sem ég get svona borið þetta saman við kannski við varum að fara að hitta stórstjörnu þú veist við varum að fara að hitta bara við myndum bara vita að mæri bara gett mikið savior, skilur segjum bara eins og bara Kim, skilur þá erum við þetta bara ókslega spenntar og við erum bara stressar og ef hún segir bara, getur þú byggt þig, myndur þú beigja þig, skilur þetta er bara svona, ég veit ekki, það er eitthvað búin að lýsa henni svo mikið heillingum en ég held sann svo líka svona þú myndir ekki beigja þig á Kimmin segja ég myndi ekki beigja mig á Kimmin segja mér að beigja mig Nei, þú fatt hvað ég meina, eitthvað sem þú kannski búin að líta upp til hann náði bara eitthvað svona super þetta er miklu meira svona manipulation en ég þarf þetta fyrsta skipt sem hún hittir hann það er bara svona pínur sem sé að fara að hitta stórstjörnu en samt var hún sagði samt að hún vissi ekki eitthvað það mikið hann Nei Þetta var bara örugglega því að hann var svona þeirra bjargvættur inn í þessum ranch, skilur og þau voru öll svo bara, oh my god, skilur hann var kóngurinn hann, ég veit ekki alveg og ég held að það var gett merkilegt að hitta hann loksinn, skilur og hann, eins og hún talaði bara það var gett merkilegt að hann sýndi mér athygli, skilur að því hann bara þarna með alla, bara svona yfirmaður, skilur bara svona kóngurinn hann heldur meira svona, þetta ekki beint stórstjarna, meira svona eitthvað svona sem ekki hægt að útskýra, skilur sumir lít og Tony Robbins Já, kannski Nei, en ég veit ekki en já, þetta er bara svona 100% bara svona eitthvað svona já, bara eins og þetta var hitt ég held ég alveg að sé bara eitthvað svona manipulation bara svona, hvað heit svona force field yfir sem hún leiður lappar hann inn og fara fellur inn í þessa grefi eða eitthvað sko það hlýtur að vera, að því að eins og ég segi þetta var ekki vitleysir einstaklingar allir skilur en en já, þannig að þú veist, hún allan að þú veist, fólk byrja að safna saman þarna og margir komnir í þetta ranch og fjölskyldan eins og hann kallaði þau, bara mention family stækkaði
og þetta snerist allt það, þú veist, þú voru svona hippa og tengist í náttúru og einmitt taka ykkur LSD og orgium og bara, þú veist komuna eitthvað, þú veist allir voru bara saman, stelpur voru með stelpum strákur voru með strákum og stelpur og strákur voru saman og þetta bara einhvern veginn allt opið og þú veist þú áttir aldrei, og hann talaði sérstaklega skilur að þú var engin pör já, og hann vann mikið í því að brjóta niður egóð þitt svo áttir ekki að vera með eitt egóð, við erum bara allir jöfn þú ert ekkert betri yfir einn annan hafina því hann fattaði að ef að fólk væri ekki með egóð þá geti hann stjórnaði hann vann bara í því að brjóta þau niður einhvern veginn þannig að þau, þú veist, sættist meira í hann sem alveg styrla sko en þannig að fjölskyldan bara stækkar og hann ennþá bara ótrúlega upptekinn af Beatlunum og Beatlunni gefa síðan út plötu sem heitir The White Album og ég skilda rétt, það var lag á þessar plötu það ekki, sem hét Helter Skelter ég ekki viss ég ætla að ég held að lagið héti White eitthvað en það geti verið ég held nefnilega að platan hafi heitið White Album ég veit ekki alveg af hverju hún fekk það nafn en ok, það er svona sterkt út af því þess nafni er svona frekar gildishlaðið með hvernig hann tók því að því að hann trúði því að hann alltaf bara rasisti bara 100% rasisti og hann var að rýna í Beatla-textana eins og þeir væru að styðja bara við hans skoðanir að gefa í skinn að þó svo textanir Beatlana eru ekki að gefa það í skinn ekki svo við vitum ekki svo við vitum, skilur eða svona, ekki svo, það er lengið annar sem að tók því þannig en Helter Skelter er sérst lag á þessari plötu White Album og þetta lag var alveg svona, þú veist ok, hann tók þessu mjög alvarlega og rýndi í textana á þessu og hann einhvern veginn túlkaði þótt að ég er að horfa á texta núna og þetta er bara eitthvað svona, þú veist þetta er ekkert, ég sé hvergi þar sem meininguna sem hann fekk út úr þessu en hann hélt því fram að það væri að fara að koma bara svona rætt eða bara bylting og að svartir einstaklingar væru að fara að reyna að ná stjórn yfir hvítum það er það sem hann hélt fram og sagði við sína fjölskyldu og hann sagði við verðum in hiding eða svona að fela okkur svo þegar þeir hafa ná stjórnum þá komum við og við tökum stjórn af þeim og þá ráðum við öllu þetta er bara galið þetta er bara bull, skilur þetta er bara svona og þið heyrið það bara maðurinn vel veikur, skilur og rasisti og bara það er allt að honum sorry en en Beatlarnir voru bara hitnar hans og hann bara hlusta á þetta album fram og tilbaka og það var alltaf Helter Skelter það er að koma og hann kallaði það bara þetta rætt, bara Helter Skelter með þetta pínu, ég var líka myndi að hugsa í gær mér langaði svo að sjá hvert ég myndi finna eitthvað viðtal við Beatlana bara þú veist, ég veit að auðvitað er þetta ekki þeim að kenna það neitt þannig, að sjálfsög ekki en bara svona, ég myndi svo skammast mín ef eitthvað myndi taka textunum mínum svona ef eitthvað myndi túlka það sem ég er að segja á þennan hátt líka bara svona þú veist, vondu maður skilur. Já, ég segja það, bara svona, ég væri bara svona nei, nenni þú ekki að hlusta nenni þú ekki að taka sér svona en þannig að hann var alltaf, þú veist, með eitthvað svona áróður á fjölskylduna sína og var einhvern veginn hægt og rólega búin að telja þeim trúum að þetta væri það sem voru að fara að gerast anyways back to að hann vildi láta tónlistaferil sinn ganga Vilt þú kannski líka segja eitthvað? Ég tala svo mikið. Já, nei, þú ert bara komin og ég er ekki með þennan part skrifa svona vel, sko. Ok. En hann vildi líka náttúrulega vera tónlistamaður því hann vildi eflaust koma sínu áróði líka út. Já. Og fá fleiri. Það var hans draumur bara. Já, ég held að hans draumur hafi verið bara einmitt kom út áróðinu og líka á sama tíma verða frægur. Hann vildi rosa mikið þessa frægð. Já. Þó svo hann einhvern veginn hataði frægt fólk. Já. Mjög spes. Já. En hann sem sagt að skrifa lög og texta og þannig og hann mætir hann hittir sem sagt mann sem heitir Dennis Wilson sem sem sagt trommuleikari úr hljómsveit sem heitir Beach Boys við þekkjum þetta ekki, þetta var ykkur hljómsveit þá Ég samt alveg kannastu nafni Beach Boys Já, ok Kannstu það ekki við það? Nei, það er alveg frægt sko Já, bara bótið Já, já og þeir búa, þeir flytja eða alltaf inn á hann Já, hann átti sem sagt eitthvað hús í LA eitthvað stórt hús sem var líka meðal annars með stúdíó og eitthvað svona og hann tekur svolítið bara svona
hann tekur bara svolítið það eitthvað að búara sko Já, hjálp okkur þessi vill vera myrstur á Halloween sko Grins, hann frá mér okkur Já, hann að búara sig í gegnum vegginn en já, hann sér sagt þau fluttu nokkur inn á hans heimili og voru bara þar og ég held að Dennis Wilson, þessi trommuleikari hafi verið mjög upptekinn af hafi doldið dotti í grifjuna hans Charles. Já, hann hafði alveg smá trúa á honum Já. og hann elskaði bara að líka, hann kom alltaf með stelpur skilja til sín þannig að hann var bara svona, ok, þú mátt vera hérna prófa, vera hjá okkur og með nóga stelpum og það var svona Já, og þú fær stúdíótíma í staðinn og eitthvað og Dennis var vist að kynna Charles fyrir mörgu fólki í Hollywood þú veist, bara svona kom honum inn í elituna eða þannig og tengd hann meðal annars við framleiðend eða þú veist, útgáfustjóra eða svona, hvað segir maður, bara prodúserinn Terry Melcher sem svo prodúserinn fyrir hljómsveitina sem Dennis Wilson í Beach Boys Já. hann er bara svona að segja við sinn er það hlægja þessu bori þetta er fáránlegt það er alltaf bara ekki mönnum bjóðandi anyways ég vona að þið heyrið ekki jafn vel og við gerum ég vona þetta sé ekki jafn mikið í mæknum en ok perrandi, það eru mjög spooky hérna halló þetta er enda bara mjög spooky bor en tengir hann við prodúsin Terry Melcher og var bara eitthvað, þú verður að hitta hann hann er æði og eitthvað og hann bara eitthvað, ok og hann mætir einu sinni og mætir hann í rannsið hlustar og horfir á Charles taka upp lag og þetta er árið 69 og hann bara svona, ok bara stendur hann og hlustar skilur svo skuttlar Charles honum heim og er eitthvað svona, er ekki komið til heyri í mér eða þú veist hann bara, jú, heyrumst ég hef samband Já. og þá strax var hann bara fucking pig Já, hann bara trúi því að ef þú segir eitthvað þá áttu að meina það, skilur þú segir ekki eitthvað, þú veist, þú ert ekki að ljúga Já, og ég held að hann vissi líka strax þegar hann segir bara hef samband Já. og tekum fram, hann skuttlaði Terry Melcher heim og hann bjó á þessum tíma í, hvað er það, Celio Drive Já. bara flott, stort hús og svo bara leiði tíminn og Charles var alltaf býð eftir að Terry myndi hafa samband eins og sagðist alltaf að gera það því að nákvæmlega eins og þú bendur á að words are your prison, bara þú verður að standa við það sem hún segir og hann beið eftir, hann gerist ekki neitt og þá var hann brjálaður og bara hann heyrði aldrei í honum og hann fór að hringi Dennis bara hvað er fokkanum, akkur er prodúserinn þinn ekki að tala við mig, akkur er ekki að láta mig vita og hvað hann vill og Dennis bara, ég veit ekki og veist, þorður bara eflust ekki að segja við hann bara, hann fílaði ekki líka, ég las ekki þar að Terry fekk ógeðslega skrítið væp á þessum ranch og hún leið bara illa hana sko. það er bara og Terry var líka að ringja á fullu heim til hans, skilur, hann var alveg Charles var að ringja á fullu bara í Terry, skilur var það bara svona obsessive og bara svona fekk bara svona þráhyggju yfir þessu sem eru auðvitað bara svona líka bara gefur í skinn þetta er ekki einstaklingur sem væri auðvelt að vinna með Nei, einmitt hvort sem hann sé góð tónlistamæður eða ekki, whatever en tímuleið og hann hafði aldrei samband hann ákveður að fara heim til hans og bara fyrir heim til hans og bara hvað er fucking Terry labbar inn, bara hvað er fucking Terry og það var einhver maður sem kemur Roman Polanski Nei, það var ekki hann, þetta var eitthvað ljósmyndari Nei, þessi sem kemur til dyra er Roman Polanski og úti er ljósmyndarinn Þannig að hann kemur til dyra að ég held ég er alveg nokkuð viss og og hann segi hver er Terry og Terry er ekki hérna og hann svona æðir inn hvar er hann og Roman Polanski sem er leikstjóri og maðurinn hann Sharon Tate og hann er ekki hérna geti ég tekið eftir skilabúður eitthvað sem ég get sagt fyrir þú veist og hann réttir hann bara byssuskott það var ekki það var fyrir Dennis var það? Já ok, það var ruglast já, þú veist það ruglast okay. það var Beach Boy gæinn ok, hann var þá að leita af honum já, hann var að leita af honum fyrst okay. og og hann sagði bara þetta er skilabúðin, það er þessi byssukúla okay. og þess vegna hefnir síðan skilur hann Dennis með það sem hann gerði skilur út af því að hann var bara búin að hringja brjálar í hann fór hann á Beach Boy heimilið þá, svo fór hann setna þar sem Sharon Tate var æðir bara inn að því að svara enginn hurni, æðir inn í garðin
og þar Sharon í sundlauginni og ljósmyndari og hann bara segir honum basically bara að drulla sér, this is the Polanski residence, skilur, get the fuck out, það engin Terry Mercer hér, skilur, og hann bara gett móðgar þannig að fá aðra höfnin sem frá höfnin frá þessum Terry og frá höfnin þarna frá bara mjög svona flottu fólki, skilur, bara hend út, skilur, ríka og fræga fólki, skilur, bara hend honum út einmitt, eins og bara piece of shit og þetta var svona, þegar maður fór þangað og svona punkturinn í riðið, það var bara svona ég komi nú það var búið að hafna honum bara hægri vinstri og hann bara that's what is motive hann alltaf fer á sama stað og hann skuttlaði Terry Melcher og það var þetta heimili og það það sem Sharon í sundlauginni en Terry var fluttur hann var fluttur en ég las á sumum vefum að hann var að leigja þeim húsið en eða hvort að þau voru búin að kaupa þér en skiptir ekki neinu máli bottom line, hann bjó einu sinni hana hann var allavega bjó ekki hana lengur ég las líka ekki að hann væri flúði út af því að hann var að senda honum svo mikið, eða bara ringja endalaust og hann var bara hrættur, skilja, bara hóta honum þannig að hann flúði og þau eru kannski þá að leigja af honum húsnæði, skilju leigja eða keypti þessu bara raun og veru skiptir ekki öllu ég man ekki hvort að, ég man þau voru að leigja en ég veit ekki hvort einhver annar átti húsnæði, skilju einmitt, bottom line einu sinni bjó Terry Melcher hana, einu sinni ekki lengur. Nei, og svo æðir eitthvað maður inn að vissulega ertu að fara að reka hann út bara fyrir ekki, það býr enginn Terry Melcher hérna þetta þetta Polanski residence drullar hann út ólétt konan í sundi, bara eitthvað hættu þessu hvað byrjar þetta en hérna, þau rákum brút og vil maður þess að fara aftur í Sharon Tate hún var 26 ára, leikana gift sér satt Roman Polanski mjög falleg og mjög ólétt hún bara komin 8,5 mánuð á leið við erum talað það, hún var eflust á 38. viku og þá barnið fullkomlega tilbúið og heilbrigt og sumir eiga þessari viku og það ég held að tellist ekki fyrirbyrðið að neitt slíkt, þetta er bara þú ert búin að í rauninni ganga heila meðgöngu og hún var svo spennt eignast barnið, hún var bara eins og þegar hún tilkynnti systur sinni að hún væri ólétt, bara grétar báðar hamingju og hún var svo spennt og hún var svo ástfangin af eiginmanninu sínum og var mjög spennt að vera mamma og bara vera með mér lífið heima með manninu sínum og þó svo stutt í það var alveg að fara að ske svo spennandi en eins og segir, hann fer hérna heim hann Charles Manson upp í rannsið sitt og hann bara brjálar, hann bara hafnanir eru ómikið þannig að hann velur nokkra hann velur 3 stelpur og 1 gæja, Tex sem bara the head of his family eða þannig svona treystir honum mest í fjölskyldunni hægri höndin hans í raun og veru og hann segir við hann velur þau og það var alltaf rosa gaman að vera valinn fyrir eitthvað svona task það var bara wow, ég var valinn og þú veist, þau voru alltaf að fara í svona task og brjótast inn hjá fólki og sko stundum voru að brjótast inn að stela stundum voru að brjótast inn og endur á það húsgögnunum þannig að fólki myndi vakna og bara what the fuck, hvað stóllinn að gera þarna hann var þarna í gær, skilur ógeðslega creepy ég náttúrulega átum að hugsa þarna, wow það draugur en fólki að leiða bara fuck að vera að brjótast inn skilur, this is a warning hvað creepy, hvað var auðvitað að brjótast inn þú veist þau var bara að stunda þetta þetta er ógeðslegt en þannig að hann velur 3 stelpur og sína hægri hönd Tex til þess að fara og eins og þær eru bara spenntar, þær eru bara tala leiðinu bara frappuccino eða þú veist eitthvað ógeðslega innan tómt á McDonald's eftir eða eitthvað svona bara eitthvað svona, þú veist, eins og ekkert sé að fara að gerast og hann segir við þau svona, hann hallar sér svona upp á bílum og segir svona, go do something witchy witchy hann var búin að segja við þennan Tex að hann ætti að gera eitthvað ógeðslegt til þess að senda öllum skilaboð á þessu heimili þetta átti að vera þannig að þú veist, fréttina myndi bara tala þetta, skilur þetta átti bara að vera mjög umdilt þegar hann greinlega varði ekki að fara að vera frægur í gegnum tónlistina þá ætlaði hann sér að vera frægur eitthvað annan hátt vildi vita aðþekla þessu skil ekki alveg, bara, nei þau tóku síðan smá spýtt á leiðinni og svo bara kerðu ég veist ekki að spýtt og LSD var það sama það sama? voru það ekki að taka LSD? alltaf þetta hvíta í bómlinu já, svo tóku spýtt þarna ég held að það eitthvað að hann er rétt en einhvern hvítan bómul eða eitthvað já, mér fannst eins og hann sagt spýtt en ég veit ekki það er nú skiptir ykkur máli spýtt
Held það. Okay, ég veit ekki raun það. Nei, skiptir ekki máli, tóku eiturlyf. Já, en sé svo eitthvað svona sem þú trippar af, skilur við. Já, ég held að einmitt þau hafi tekið ekki þannig? Nei, okay. Af því að þú veist, mér fannst þú verið svo ógeðslega clear-headed til þau gerði þetta og ekki spýttala þú veist að þú verður meira svona er það ekki bara, sorry, við erum að tala um eitur, er það ekki bara kókain en bara svona götu útgáfa? Jú, ég held það sko, ég held að það sé einmitt bara eitthvað svo leiðis. Ok, við vitum ekki neitt um þetta, ekki hlusta á okkur með eitthvað svona forvörnum eiturlyf. Nei, en þú veist, bara augljóslega ekki taka þau, já, ekki neitt. Bara 100%. En þau ætla að taka eitthvað svona eiturlyf á leiðinni og Sharon var, þetta er 8. ágúst 1969 þegar þau ætla að leggjast það í leiðangur. Sharon var bara heima með, ég sagðist, 3 vinnur sínum. Já. Og með Abigail sem var sagt hún erfingi af stóru kaffibrandi, þannig að hún var alveg svona frekar þekkt. Já. Og var ekki maðurinn hennar Wojtek? Jú, Wojtek, og hún var kærastan, skilur, hún þekkti hennar Wojtek, hún Sharon minnum við. Ég kann ekki segja nafnið, sorry. Nei, ég held að það veri Wojtek og Abigail voru kærastpar. Já. Og síðan var annar vinnur hennar líka sem heitir JC. J.C. Spring. J.C. Spring, já. Þannig að þau eru þarna 4 saman, bara Sharon, Abigail, Wojtek og J.C. Spring. Róman maðurinn hennar Sharon var sérst í Evrópu á þessum tíma. Já. En hann er alltaf leikstjóri, þannig að hann var eflaust bara eitthvað að vinna. En hann átti að koma heim. Hvað? Hvernig getur við verið bara að tala yfir og háa það? En mér finnst það svo áhugaverð saga. Ég bara dætt inn í þetta. En ég bara svona, þetta er svo mikið að eyðileggja fyrir mér. Vonandi bara heyra þau ekki að vel við heyrum. Sorry. Það er sérst verið að bora. Það er bara verið að bora inn í stúdíónu okkar, ég er áfalli. Það gerist aldrei. Nei. En típist. Já. Já, sérst Sharon, Róman var í útlöndum en hann átti að koma heim cirka 2 tímum seinna. Okay, ég vil líka bara skil ekki alveg hvað er verið að bora. Ég bora bara inn í herbyggið, sko. Já, ég veit hvort ég verið að bora utan verði. Ég veit ekki. Ég var gluggana eða eitthvað. Þetta 100% heyrist, sko. Já, þetta verður lækkað. Hljóðmálun okkar er mjög flinkur. Já, hann átti að koma heim Róman, Eymar, Sharon svona 2 tímum seinna og þá ætluðu þau bara að byrja sitt bara líf bara sem fjölskylda í rauninni. Já. Það var bara alveg að fara að skella á. Já. Cirka 15 mínútur yfir miðnætti þá er rauninni komið 9. ágúst. Þá mætir fjölskylda Mason eða þessi 4 Manson þessi 4 útvaldnir á í göttuna hjá Sharon, Siljo Drive. Hann hoppar út úr bílnum, hann Tech sem er svona hægra Tex Mason Tech. Já, Tex hoppar út og hann er með reipi og hann er með eitthvað svona vírklippur stórar og stelpurinn er í bílnum bara svona hvað er hann að gera með þetta? Svo er hann líka með byssu. Og hann hoppar og er eitthvað í skóginum hann að reyna að komast inn á bakvið húsið. Já. Þetta er ekki the front entrance. Nei, þá var hann alltaf sést til þeirra. Já, þannig að hann fer þarna og hann klippir á svona símalínur, telephone wires og líka eitthvað sem tekist öryggis hliðinu. Já. Og þannig að það væri engar myndavélar eða eitthvað þannig í gangi. Nei. Hann basically bara make them go offline. Svo kallar hann á stelpunar og þau sníka hann innum bara svona smá skó. Já, þetta er svona smá einmitt, þetta er svona smá tré og svona og koma þá að þú veist það sem innkeyrslan er og það er bíl. Það bara mæti einn bíl og hann bara segir stelpun bara fari spegið ykkur skilur. Lappa svo að bílnum og það er bara ungu maður og hann bara þú veist er bara beinir hann byssinu og hann bara grápir hann bara að þú veist ekki drepa sig og hann mun ekki segja neinum og hann tekur hníf og sker þú veist í lóan á honum þannig að úrið hann stettur af tekur úrið og skýtur hann svo 4 sinnum. Já. Þetta er brútal. Þetta er bara gæði sem keyrði framhjá og hann var visitor hann var að fara að heimsækja eitthvað sem er svona caretaker á heimilinu. Já. Hann var að koma frá eða ég held að hann var að fara ég er nokkuð viss það. Já. Hann bara tengdi sig þessu ekki neitt. Nei. Hann var bara á vitlausum stað á vitlausum tíma. Já.
og hann sá þau, skilur, þannig að það bara það hræðilegt ríkilegt, það var 18 ára minni mig eðlilega sorglegt en þá eru stelpuna bara svona já ok, þú veist, þetta ekki venjulegt task þetta alveg, við erum að fara í eitthvað já, þessi Linda eina sem að lukkar eins og hún sé bara svona hvað í gangi, skilur, en hinnar eru bara svona ok, hún er búin að þessu já, bara svona gef mikið svona til í þetta, skilur það er svona gef svona siðlaust eitthvað mjög allt við þetta en svo bara, einmitt hann búin að skjóta hann 4 sinnum og hann segir, heyri, farðu takk til veskjans já og þessi Linda með eina fjölskyldumeðlunum tekur veskjans og svo bara koma þau fyrir aftan húsið í rauninni koma bakdyris með eða þau svona nálægt sundlegin og þar og þau fara 3 2 stelpur og Tex og skilja Linda eftir fyrir utan en hún á að vera svona on guard já, svona on the lookout skilur, kalla á þau ef að lögga kemur ef eitthvað gerist hann á hún á svona að vera bara varðhundur já þetta hræðilegt svo ég ekki að hræða sögunni eða ég vonaði að heyri þetta ekki en það ógeðslega mikið læti hérna já en svona Halloween it's messy þau brjóðast inn í húsi og það bara 1 mission og það að myrða þau öll Sharon Wojtek, Abigail og Steven var ekki, Steven kannski strákurinn sem var úti já, ég held það og Jay Seaspring já hann Tex byrjar að fara í stofuna og bara henni safnaði möllum saman já, hann finnur samt strákinn fram í stofu sofandi og byrjar bara að sparka í hausinn á honum og hann bara, hver ert þú? Hann bara, I'm the devil, skilurðu og þá fara stelpunar upp og safna þeim saman setja reipi utan hausinn á Sharon og Abigail og draga þeir niður og bara safna þeim saman í stofuna bara smala þeim saman svo þau eru öll komin í stofuna það var bara, you are all going to die já bara í kvöld eru öll að fara að deyja og þar byrja náttúrulega fólki bara að grátbiðja já að þú veist, bara fá að halda lífi skilur og nei, það er ekki ein manneskja sem kemur út þarna lifandi nei, ekki ein og ekki einu sinni ófæta barni nei en þau voru öll myrt hrottalega þau hengdu til dæmis upp reipi og og hengdu þau í eitthvað smá tíma mér skildist að vera þannig að setja reipið hausin á þeim og hengdu það svona upp þannig til þess að toga að fá meira afl þannig að þetta strekkist það mikið en maðurinn hennar Abigail, sérst Wojtek, var stungin 51 sinni. Já. Skotin 2 og barinn í hausinn með svona þungum hlut. Með endanum á byssunni, skils mér. 13 sinnum. Já. Við erum talað um það 1 skot. Hann náði líka að sleppa út, sko. Já. Þannig að það, það var enda mér í reiði þegar Tex var að ná honum þegar hann var að hlaupa út. Já. Pældi því, 1 byssuskot hefur verið nóg til þess að myrða manneskjur áður. Þetta bara eitthvað... Hann var stungin 51, það sem gerir þetta svo brútal. Þau hætti ekki. Nei, þetta er ógeðslegt. Það er allt brútal við þetta, en þið fatti hvað ég meina. Þetta er svo ógeðslega evil. Þetta er svo grúsom. Já. Þetta er íslenska orðið við það, en þetta er bara svona... Þetta er bara... Já. Það er ekki hint af bara mannesku í þessu fólki, sko. Nei. Abigail var síðan stungin 28 sinnum og Jay Seaspring var stungin 7 sinnum og líka skotin. Já, hann var held ég svona, ég las ykkur svona aðra dýtilega sögu. Það var hans þess að fyrstur sem var drepinn út af því hann er svona bara please spare, skiluru hérna Sharon, hún er ólétt bara hérna, þau bara skjóta hann bara. Já. Þess vegna stungin mun minna eldur en hinis. Já, þau bara klára hann af. Já, bara strax. Þetta er svo fucking ógeðslegt, það er bara erfitt að tala um þetta, sko. Já, síðan kemur að Sharon Tate, en hún var stungin 16 sinnum, hengt líka. Já, hún var með þess að bruna sári kringum hálsin eftir reipi. Já, og stungin 16 sinnum. Og Susan Atkins var ein þeirra sem var að henni. Og það er talað um það að hún hafi sagt... Hún var morðingin, já. Já. Að á þessum tímabili sem hún er að stinga hana 16 sinnum, þá hafa hún íhugað það að skera barnið úr.
Ég man eftir ég heyrði þetta áður en að ég las það hjá þér. Ég man eftir ég heyrði þetta einhvers staðar þegar ég var að lesa þetta kannski fyrir löngu. Pældi hvað þetta sjúkt. Hún íhuga að skera barnið úr móðurinni. Já. Ég man ekki hvort þetta var í bíómyndinni. Einhvers þess að myrða það þannig. Já. Eins og sé ekki nóga, já. Það svo fucking sjúkt, sko. Þetta bara, þetta fólk í alvörinni. Þau skrifuðu síðan pig á útidyrhurðina. Með blóðuna Sharon. Með blóðuna Sharon. Já. Það var líka það var gert til þess að þau myrtu annan mann hérna áður já. Og þau skrifuðu eitthvað þar líka og það var þess að reyna að ná þessu manni því að hann var tekinn í svona hearing og þannig út af því morði og það var þess að reyna að ná honum út úr fangelsi, skilur já. Það var þeirra hugsun á baku þetta Pældi því ná the family member en ein ástæðan að þetta fólk varð fyrir valinu hún var drullu saman hver var hann inni það var bara alveg saman skiptir ekki máli sé kasólit kona eða ungt fólk eða fólk sem tengist ekkert því að hans tónlistaferill hafi farið í vaskinn ekki neitt á bara það, hann vildi byrja eitthvað svona riot og hann hataði bara the white establishment bara svona ríkt hvítt fólk og fræga stjörnur og einungis af því að þau búa í húsi sem að Terry Melcher sem að hafnaðanum bjóðanis ný. Já, en þeirra áraður var bara þarna að drepa hvert sem þeir voru alveg sama alveg sama og þeir voru búin að þú veist, monta sér því líka áður þau ætlaði að drepa miklu fleiri sko fræga, Frank Sinatra og Steve McQueen og bara svona alls konar þeir voru búin að koma bara með lista af bara stórstjörnum sem þau ætlaði sér að drepa já, sem voru búin að plana en þau voru náttúrulega bara thank God búið að ná þeim já morðin uppgötast á þú veist Silio Drive næsta morgun eftir að svo sem að Winfred Chapman sem vann við það að vera svona housekeeper hana mætir og þetta sjónin sem blasti við henni pældi ég líka bara þú veist þau mætir á hurðina sér bara opna hurð og blóð á pig pældi ég að koma að þessu þetta skelfilegt þetta sikalegt sko þau síðan bara held áfram þú veist kvöld eftir fóruðu eitthvað annað til að dreipa út annan það var Charlie að reyna að sína þeim hvernig ég ætti að gera þetta án þess að þetta var svona messy já ég eiginlega hætti að horfa á myndina sem við vorum að horfa á þá horfðu þú meira að það þú veist, veistu af hverju voru valin eða þú veist, var þetta ekki bara random það var eitthvað svona ótrúlega væg tenging já. En ég man í raun og veru ekki hver hún var en pointi var, það var bara random já svo átti einir að hafa hitt eitthvað gæi á ströndinni og hann sem farað þindan út eftir hann þetta er bara eitthvað whoever crosses your way bara en síðan spurningin hvernig uppgötust þetta að því að þau vissulega fóru síðan í fangelsi en hvað var það mörgum árum setna sem að þau voru fundin ég bara árið setna sko já það var ekki, þeim gátt ekki langa tími nei, og það byrjaði þannig að það var einhver 10 ára strákur sem að fann byssuna já hún fann byssuna þau hendur út úr glugga já, þrif af fingraförunum og hendur út úr glugga og var einhver lítstrákur sem fann hana þau tengdu samt ekki morðvopni strax við morðið nei að þau var náttúrulega búið að hreinsa fingraförun af og svo leis en þau voru í fangelsi fyrir Susan Atkins var í fangelsi fyrir einhvers annars glæp já af William Charles Manson það var eitthvað annað sem hún var í ykkur svona custody já, hún var varðhaldi fyrir og á meðan hún er í því varðhaldi montar hún sig þessi morð að hafa drepið að vera eina af þeim sem drap Sharon, að þetta var mjög mikið í pressunni og í fjölmiðlum og svona það var mjög frægt út allt eða infamous já þannig uppljóstast þetta hún reynir gaf þau upp og þetta var alveg mánuðið setna sem að þessi byssa fannst já en Linda, svo sem var þarna ein með þeim sem fór ekki inn í húsi en var þarna á varðgáti í rauninni hún ákveður að taka þann póla á þetta hún stutt eftir þetta þá flýr hún randsið
ógeðslega sorglegt því hún kom inn í þetta rands með barnið sitt og einn morgun stutt eftir Sharon Tate morðið þá ákvörði hún, ég geti þetta ekki, ég verð að flýja og hún vissi, ég verð að flýja þannig að ég verð að fara úr landi, ég verð að Já, hún var búin að hugsa að flýja og mörg þeirra en þú vissi bara að þau myndi vera drepin ef myndi gera það og hún með barnið sitt þannig, hún vaknaði einn morgun og hún ákvað bara, herri, ég fyrir í dag og hún átti að fara að heimsækja Bobby sem var einn af fjölskyldumöðlum sem var komin í fangilsi fyrir eitthvað á þeim tíma þannig að hún og Charles var búin að beða að fara og kíkja á hann bara tjekka stöðun á hann, hvað hann hefur það og hún vaknaði einn morguninn og segir ég ætla að gera eins og stæðir, ég ætla að fara að hitta Bobby já, og svo fyrir hún eitthvað að tjekka hvað eru krakkarnir, já, þau eru öll við hjá waterfallinu, þú veist, þau eru öll við bara út að leika sér fossin, eitthvað hún vissi, hún gæti ekki fara og náði dóttir og tekið hana við það, því að það myndi bara fattast hún þurfti að flýja án þess að taka barnið sitt oh my god það er með því sorglegasta sem ég hef heyrt hvað er barnið í það? Stutt eftir kemst þetta máli upp eða þau eru handtekin fyrir einhvern annan glæp og eru það svona í eins og varðhaldi eins og sagðir þá voru öll börnin tekin og farið með bara svona til svona barnaverndarnefndar þar fer hún og næri barnið sitt sem betur fucking fer samt hún er engum skárri en allir sem morðingar skilur nei, en ég segi sem betur fer fyrst fekk bara barnið ekki hefnt fyrir því það er fyrsta sem ég hugsaði ef þau fatt að þú sér þetta flýja bara að láta barnið finna fyrir já, einmitt þannig að ég segi sem betur fer er að börnum voru stuttlega eftir þetta tekin og að því að þetta er ekki þeim að kenna nei, 100% ekki en hún ákveður þegar kemur að þegar Susan Atkins er búin að monta sig af þessu máli og dómurinn fyrir fram að hún ákveður að taka immunity sem þýðir að hún má ekki vera dæmd og getur ekki verið dæmd og getur ekki fengið fangilsi fyrir þetta að því hún er að kjafta allt að því hún segði allir söguna já en það var en er hún það ekki, fær hún ekki bara vægari dóm ef hún er með immunity hún fekk bara full immunity hún fekk ekki bara frjáls er hún frjáls í dag? já what the fuck og hefur verið frjáls síðust 40 ár en Linda? ég tala Lindu já, ok, ég held að tala Susan nei, Susan fekk þau fengu öll lífs já, death penalty eða life in prison, ég veit ekki hvort þau fengið death penalty ég held það Charles Manson dó sko bara 2017 já, náttúrulega causes já, það er því að það er alltaf svo langt þetta death penalty já, allan fengu öll life in prison en þau átt að fá, þú veist, eins og þú getur alveg fengið paról já, þau reyndu öll þó þú sérst með death penalty já, og öll þeirra reyndu já, en þeim var öllum hafnað já að sjálfsög en það var alveg sko herferð bara í gangi eitthvað Manson family eitthvað do not let him get on parole skilur bara allir brjálað líka því að Charles ávist að hafa sagt í viðtali mörgum ára setna bara eða slepp mér út ári í búin einmitt hann hafði vist eins og segir það var engin eftirsjá það var ekkert og hann líka spyrði eftir Tate morðin bara er ykkur remorse eða segir hann það ekki? Jú og þú veist, og hún var bara allir bara nei og Linda var bara hvað meinar hann, skilur? Já, hvað þýðir það? Já, hvað þýðir það bara í þessu já, í þessu samingi já, þú veist, þú erum basically neitt til þess að gera þetta mitt en þetta fer svona þetta hús var síðan þetta hús á Celia Drive þar sem þetta hrottlamorð fór fram var einhverjum árum seinna rifið niður og þetta tengir svolítið svona draugasöguvæpun okkar en þetta hús var rifið niður og það var byggt bara nýtt og það var byggt einhvers svona fjölbýli myndi ég segja svona einhvern háblokk eða svona ekki blokk en svona og með nokkrum hæðum einhvern veginn já. Veit ekki hvort það hefur nokkra íbúður var það ekki húsið við hliðina? Sko bara á lóðinni þetta var sömu lóð en kannski ekki akkurat staðstingin með hitt húsið var á en það er bara þekkt að þetta hús er bara eitt mest haunted hús í Hollywood og byggingaverktakarnir sem voru að vinna þarna sögðu bara frá því að oftar en ekki þegar voru að vinna þá var bara spjall já, bara full conversations bara í gangi og engin inn í húsinu fólk að labba upp á niður steguna banka hurðina og kannski svona kvísli í eyrun á þeim já, og svo líka þú veist það var maður sem átt bjóða þarna var að bjóða í partí einhvern tímann og
allt í einu dingla á bjölluna og það svona alveg asnalega, gestirnir gæti ekki verið komnir svona snemma, skilur. Já, ok, svona snemma, já. Þannig það var alveg 4 tími fyrir partí eða eitthvað og opna hurðina það var engin. Og svo voru gestirnir að segja bara þeir voru alltaf að sjá okkur labba fram með glugganum og það ekki séns að því glugganir þú þurftir að vera 10 metrar á hæð til þess að labba fram með glugganum. Einmitt, að þetta var uppi. Já, það var á hæð. Það var hæð. Svo að tala um það að það hafa aldrei verið byggt fyrir kjallarann. Já. Að neðst niðri, alveg neðstu hæðinni væri verið en það moldin bara. Það bara mold. Já. Og síðan hafa fólk komið sem svona, þú veist, miðlar og slíkt sagt, þarna komast andarnir í gegn. Já, þetta var svona portal fyrir anda. Þetta voru ekki bara, þú veist, þetta voru ekki bara þau, skilur sem voru myrtana, heldur bara eitthvað meira. Já, en síðan var líka talað að Charles Manson sjálfur, á meðan hann satt inn í fangilsi, hafi verið hondaður af Sharon. Og ef einhver á skilja að vera hondaður, þá var það hann. Það var þessi maður. Já, gríns. Og það voru einhverjum fangaverðir í fangilsinu hans sem voru alltaf að sjá draug sem var ólíkt kona sem stóð yfir honum og hann var bara öskrandi. Bara sorry. Bara greinilega einhverjum yðrun þarna en bara því hann hræddur eða eitthvað skilur því ég held í alveg þessi maður sé ekkert gott blóð í þessu manni sko. Er ekki vott. Nei. Ekki prósenta. En já, vonandi var hann að pinta sem draugur. Já. Þarna viljum við fá draugana af eins sko. Já, go ahead. Já, farið í þessi fangelsi og do your worst. Já, hún gríns. Hræðu úr líftórna. Please do. En annars, happy Halloween. Happy Halloween sko. Vondi var þetta ekki of dark. Þetta mjög ólíkt okkur tepos konum sko. En þetta samt alveg svona einhver hlið okkur sem við hefum ótrúlega mikið áhuga á. Já, mjög. Og hvað það að fara að koma aftur svona. Eins og þegar við gerðum þetta í Halloween. Mástu með drauga dótið. Hvað það? Við segðum ykkur óvart ykkur drauga svo við gerðum óvart drauga þá svo bara var það liður, skilur. Já, einmitt. Það var að Halloween verði liður. Nei, bara svona morð, fattar þau. Já, klárlega. En þú veist, eina ástæðan okkur við hefum ekki gert það því við erum svo hrættar að segja vitlaust frá. Já, þetta að maður vill fara mjög varlega því að þetta alveg fólk. Já, þetta alveg viðkvæmt, skilur. Og þetta fjölskylda einhvers. Og það það sem þetta svo ógeðslega sorglegt. Að maður vill og það svona, þú veist, tekur mikið lengri tíma að, þú veist, rannsaka það og maður vill ekki vera, þú veist, maður vill ekki fara með rangt mál, skilur, og veit öllum virðingu sem að, þú veist, eiga það skilið og já, algjörlega. En þessi byggingamaður sem verður að bora, hann ekki að veita okkur neina virðingu akkurat núna. Og ég vona að Sharon Tate hondi hann líka. Tjók. Nei, ég vona bara Sharon Tate sé búin að finna sinn frið og komin bara reyndar himnaríki. Sammála því. En takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta og var góða skemmtinn kvöld. Krakkar, vonandi verðið þið sjúklega spooky og ég er búin að fá frá nokkrum ætla að vera teboðið eða við á Halloween, þannig að við viljum sjá myndir. Við langar að sjá myndir fyrir öllum, ég er alveg sama. Þó að sé ekki við, þá viljum við líka fá myndir. Bara takk okkur í allt. Takk okkur í kvöld og ekki spara gerfublóðið. Nei. Við sjáumst í næsta þætti. Happy Halloween!